Sverrir, það líka bara beinast við að spyrja hvað fór úrskeiðis í kvöld? Já, það var bara nánast allt. Við spilum hræðilega vörn, við hittum ekki neitt. Við mættum bara hreinlega ekki til leiks og það er náttúrulega bara óafsakanlegt og ef ég vissi ástæðuna þá hefði ég verið búinn að kippa því í lag hérna en því miður þá var þetta svona og við letum bara niðurlaga okkur hérna en staðan er 1-1 og við þurfum bara undirbúa okkur fyrir næsta leik. Það er eina sem við getum gert. Þægilegur heimasigur síðast og eitthvað kæruleysi í mönnum, jafnvel? Nei, ég trúi því nú ekki sko. Ég held að það hefði nú kannski verið svoleiðis en það var allavega þannig. Við vorum ekki tilbúnir. Þeir voru tilbúnir og bara pökkum okkur saman og við getum ekkert gert við þessu. Þessi leikur er búinn. Við þurfum náttúrulega bara aðeins að hugsa okkur gang og koma sterkir út úr þessu. Það er leikur á mánudaginn næst sem við þurfum að hugsa núna strax. Ef við skoðum kannski leikinn meðan þið voru ennþá inn í þessu, Siggi lendir í villuvandræðum, Pettinelli greinilega ekki orðinn heilsu, þið hljótið að sakna svona stjarnarlega frákasta mun betur en þið til dæmis og... Já, við erum náttúrulega Pettinelli ekki og Siggi í villuvandræðum, þá erum við náttúrulega bara með mjög lága sér lið. Ég meina, við erum þegar Ómar er náttúrulega dottinn út úr þessu sem var í raun og veru einn af stærstu mönnunum. Þannig að en það er bara svona, skilur við, þó að Siggi hefur lent í villuvandræðum, Ryan ekki verið mikið með, þá hinn er allavega, við höfum að geta barist, við höfum að geta lagt þetta fram. Það var ekki núna, það er bara... Þú þarft væntanlega ekki að gera mikið til að mótivera þitt lið fyrir þriðja leikinn? Nei, ég vona bara hver og einn hugsa sinn gang og ég líka. Ég meina, við þurfum að... Þetta var bara virkilega lélegt hjá okkur öllum og við þurfum bara að snúa þessu við. Þið haldið hans á heimavöllunum og hann mun reynast ykkur sterkur væntanlega? Já, ég meina, við erum bara núna, nú hugsaum við bara næsta leik. Næsti leikur 3 og það er 1-1 og við bara komum grimmir í hann. Takk fyrir.